Já, góðan daginn. Þið eru að hlusta á Tvo loðna og bara velkomin. Ég er með svolítið leiðilega fréttir. Hann Óskar er upptekinn í dag og ég er bara einn hérna. En það er í góðu lagi. Við ætlum að heyra í Óskari, ringja hans í hann og trufla hann. Athuga hvort hann svar ekki símanum sínum. Leið mér að sjá. Það er eitthvað að svara símanum neitt sko. Gætir þið. Halló? Halló. Sælir. Sæll og blessaður, velkomin í Tvo loðna. Er ég komin í Tvo loðna? Já, velkomin í Tvo loðna. Hvað segirðu gott, Óskar? Ég segi bara allt þokkalegt. Ég er að fara úr vinnunni. Já, það er gott, það gleður mig að heyra. Það er gott að heyra. Þú ert að missa af kröftum þætti, skal ég segja. Nú, Já, hvað er verið að tala um? Það er ekki svona tala um neitt. Hvað rosalega mikið læti er hérna hjá þér. Það er skam út, sko. Já, alltaf læti. Svo er ég að bera hérna kassa og alls svona svoleiðis. Já, ok. En já, það bara kemur bara í ljós. Við verðum með ljóðalestur. Ljóðalestur? Já, ég ætla að fara yfir mín helstu ljóð og lesa þau fyrir hlustendur. Ok, það hljómar heldur vel. Og þannig verður held ég bara þátturinn og ég mun bara tala um ekkert og ljóðalestur. Bara tala um allt og ekkert, það er bara hljómar solid. Ég ætla að setja á spíkar í smá stund. Ok. Nú er ég... Já, halló. Halló. Já, hæ. Þú heyrir það í mér? Wow. Ég heyri ennþá í þér. Heyrir þú ennþá í mér? Ég heyri það þér. Það er gott. Hvernig ganga flutningarnir? Þeir ganga bara þokkalega, sko. Það er alltaf að verða nánast tilbúið, sko. Ok, það er gott að heyra. Og ég er að leita leikkonum mínum. Já. Þeir eru fundnir. Og ertu bara að fara að leggja á stað heim? Já, það stemmir. Það er gott að heyra. En heyri, hvað segirðu? Það ætlum bara klára pakketið og svo bara þeir sem vilja, ef þeir hlusta á þetta mándi, bara endilega komið heim svona að hjálpa mér að pakka. Já, og þú flytur bara endanlega á þriðjudaginn, eða ekki? Jú. Já. Það er ekki bara að klára allt á þriðjudaginn. Já, þeir sem hlusta á mánudaginn mega endilega koma til þín á þriðjudeginum og aðstoða að flytja. Já, það væri bara ógeðslega solid. Það er gott að heyra. Ég kemst kannski, ég verði eitthvað að vinna en ef það gengur fram eftir hjá ykkur þá mun ég koma aðstofa ykkur að flytja. Ok, það væri æðislega. Allavega, eins og ég er búin að segja, þeir sem hjálpa á öðrum staðnum, það eina pítsi, eina sneið. Já. Og þeir sem að hjálpa á báðastöðunum, það er sneið. Já, ég skil það. Það dýrt. En ég er samt svona 4 sneiða maður, sko. Já. Það lítur að rætta því. Já. Við skoðum þetta, við verðum bara í bandi. En ég ætla að halda áfram með þáttinn og hefja ljóðalestur, Óskar. Já, endilega. Bara ég vona að allir skemmtir sér vel. Já, ég bara vona það líka. Bara þá verðum við í bandi. Já, segjum það. Okidoki. Bye, krakkar. Bye. Bye. Já, eins og ég sagði við hann, Óskar, þá ætlum við að hafa smá ljóðalestur. Þegar ég var lítill þá samdi ég oft ljóð og oft voru þau mörg og flott, sko. Mér fannst þau vera flott. Ég man alltaf eftir einu ljóði og þá fór einhvern veginn eins og það var svona, held ég: Óli var úti hjá pissandi hrúti. Þú ert að hlusta á Ástráð. Maðurinn með ráðin handa þér og gefur mikla ást. Gjöru svo vel og bjóðu velkomin Ástráð.
Hæ, Ástráður heiti ég og ég ætla að gefa ykkur ráð fyrir svona hitt og þetta, ef þið vitið hvað ég meina. Það er búið að berast til mín fullt af spurningum. Bara, hei, Ástráður, er óþægilegt að vera með grímu þegar þú ert með skegg? Auðvitað, þetta skegg, þetta þvælist fyrir, þetta kitlar nebban og svoleiðis. Ég gef ráð, bara fyrir hinn á þessu og fyrir ykkur þá er það ókeypis. Til dæmis barst til mín spurning, bara hei, Ástráður, þú veist, Newton fann upp þyngdaraflið. Hvað var áður en Newton fann upp þyngdaraflið? Við sagði bara hei, við vorum náttúrulega að fljúga. Það vita náttúrulega allir. En ég er ekkert bara komin hingað til að tala um þetta. Þessi smá mál. Ég ætla að kafa aðeins dýpra í svo stóru mál sem búin að berast til mín. Nú hefst lesturinn. Sæll Ástráður, ég er ungur maður og kvenkyns yfirmaður minn og ég stunduðum kynlíf nýlega í vinnuferð. Hún er miklu eldri en ég. Nice, vel gert félagi. Annarkvort fertugt eða fimmtugt og ég er 20. Vel gert, kallið minn, vel gert. Fljótur á bátinn. Við áttum aðliggjandi herbergi og ég fór inn í herbergi hennar til að ræða viðskipti. Þú veist, business is pleasure if you know what I mean. Við byrjuðum að lokum að tala persónulegt líf hennar. Ok, þetta er gott það sem voruð að gera, þetta er gott. Að gera að fara og tala þessar djúpu tilfinningar og þegar þú ert komin svona djúpt með manneskjunni þá er svo auðvelt. Þá er þetta, veist, ekkert svo auðvelt en það er auðveldara. Þá er svona, þá ertu komin á annað stig, annað level. Hún nefndi að hún hefði ekki verið með manni í nokkur ár. Já, sem kom mér á óvart. Ég sann að ég var ekki í sambandi, heldur sambandi og hún bauðst til að stunda kynlíf með mér. Wow. Ég samþykkti það og það fyrsta sem hún spurði hvort ég var með smokk. Sem ungur maður ferðast ég með smokka. Ávallt ferðast með smokka. Ég er með 14 ára gamla smokk inn í ráðsplásunum bara til öryggis. Svo fer ég aftur inn í herbergi mitt í ferðartöskuna og greip í þunnan smokk. Vel gert. Kynlífið var ótrúlegt. Það gleður mér að heyra. Að þú stundar gott kynlíf. En eftir að við vorum búin og ég fór aftur í herbergi mitt, nefndi hún að hún vildi ekki tala um það sem gerðist. Bara hafa það svona milli okkar tveggja. Já, það er spes. En maður skilur það. Ef þú vilt meira af þessu, þá er betra að tala ekki um það við neinn. Wow, þannig að hún vill hafa þetta smá secret, ef þið viti hvað ég meina. Hún er yfirmaður minn, svo ég samþykti það. En það sem ég skil ekki er af hverju hún vill ekki tala um það. Getur einhver vinsamlegast útskýrt af hverju hún vill ekki tala um það aftur í vinnunni eða við aðra? Og þessi einhver er ég. Þið félagi. Þetta er valda mikil manneskja og það lítur ekkert vel út að vera að stunda kynlíf með samstarfsmanni í vinnuferð í þokkabát. Sko, ef þú vilt halda áfram fjörinu, þú veist, ég skil það, þá skaltu bara virða hennar skoðanir og ekkert að bladra þetta út allan bæ, veist, allt til að segja félaganum og segja mér, veist, ég er hérna til að hlusta og það er bara allt í góðu og þú skalt bara vera virða hennar skoðanir, félagi, eins og við eigum að virða skoðanir hvers og annars. Virða skoðanir mínar og ég virði alltaf skoðanir mínar, bara virða þær rosalega mikið. Ég er náttúrulega down to earth og pælu, ég fer í göngutúra og svoleiðis og hugsa rosalega mikið. Hugsa hvernig grasið vex og
af hverju að slá grasið? Æ, þetta eru bara þær djúpu hugsanir sem ég fæ, en ég held að þið fáið það líka. En þannig að félagi minn, nafnlaus félagi minn, ég vil að þú verðir skoðanir hennar og bara ekkert að vera að bladra. Ef þú vilt fá meira, ekkert að vera að bladra. Það er stundum bara betra þannig. Hæ Ástráður, ég veit ekki hvort ég er á réttum stað. Þú ert á réttum stað. Ég er 19 ára og hef aldrei verið í sambandi. Hei, þú ert 19 ára. So what? Og ekki einu svona one night stand. Ok, mér finnst þægilega að vera einn. Nokkra stúlkur hafa þú leitað til mín en það fór aldrei svo langt. Allt í góðu. Þú veist, það er allt í lagi að vera einn. Og þú ert 19 ára. Það er engin þörf að flýta sér. Það er bara, hei, þú var ekki alltaf skjaldbakkan sem vann kapplaupið þannig í einu sinni. Nákvæmlega. Í faraldrinum fannst mér ég einmana of oft. Skiljanlegt, það voru margir einmana. Þess vegna eru margar spurningar komnar á mitt borð. En venjulega þá finnst mér betra að hafa einhvern láglegt til að tala við. Auðvitað, skiljanlegt. Það finnst öllum betra að hafa einhvern til að tala við. Þess vegna er ég hér til að tala við ykkur þessi mál. Ég á nána vini og kunningja og ég held stundum að hlutinni væri betri ef ég hefði einhver til að deila persónulegum upplýsingum, persónulegum hlutum með. Já, þú getur alltaf deilt persónulegum hlutum með mér. Þú veist það, til þess er ég. Ætti ég að setja mig út á stefnumótamarkaðinn eða njóta einvöruna þangað til að einhver óundirbúið kemur. Öll ráð eru vel þegin. Kveðja Óli. Jæja Óli. Óli á hjóli. Þú ert ekki á 2 manna hjóli. Þú ert á 1 manna hjóli, Óli. Og það er í góðu lagi. Þetta er ekki kapphlaup. Þetta er marathon, Óli. Bara svo vita. Þetta er marathon. Og ef þið langar að vera einn, þá er það alveg skiljanlegt. Það er alveg skiljanlegt. Ég er búin að vera einn og ég er búin að eiga þessi one night stands út allan bæ. Og það getur verið innantómt. Það er svona emptiness. Þú veist, hei, það er ekkert gaman að vera alltaf á flandri. En Óli, þú ættir að bara halda áfram, bara það sem þig langar að gera. Já, það sem þig langar að gera. Það er langar að vera einn. Vertu þó bara einn og njóttu þess. Njóttu þess með hún getur það. Af því að sooner or later þá vertu komin með einhvern og þá er ekki þessi einmanna tími, þessi einveru tími til. En það er erfitt að finna hann. Þannig að meðan þú hefur hann þá skaltu nota hann. Og ef þú þarft einhver til að tala við þá auðvitað er ég hérna alltaf hjá þér. Alltaf með þér og alltaf í eyrunum á þér. Þú getur alltaf talað við Ástráð. Alltaf talað við Ástráð. Ástráður er vinur þinn og vinur okkar allra, bara svo þið vitið því. Ég er alltaf hér til að hjálpa ykkur. Að fara í næsta. Ég held það. Hæ Ástráður. Konan mín vil stunda kynlíf með konu. Wow. Ég er í vandræði með það. Já, ég skil það. Ég var venjulega að grínast við konuna mín að hún gæti átt kærustu. Ég grínaðist auðvitað með að það geti verið svo lengi sem ég fengi að horfa á. Þetta er svolítið verið svona, það er margir sem segja þetta. Þú mátt alveg sofa þessar ef ég fengi að horfa á og svoleiðis. En þegar kemur að því þá held ég að sé eitthvað gaman að sjá ástvinn vera sofa hjá einhverjum öðrum og horfa á það er svolítið skrítið sko. En
hundurinn minn hefur aldrei hort á mig og ég veit ekki af hverju en ég segir ofta bara fara út en höldum áfram með þetta hún sagði mér að hún hefði aldrei haft tilfinningar til konu áður þar til hún kynntist þessari nýju vinkonu nýlega bitu hver að skrifa þetta? Palli Pípari Palli þetta svolítið hættulegt sko. þetta er erfitt mál sagði líka ef ég væri til þá myndi hún vilja stunda kynlíf með henni ég í sjokki og ekki að höndla þetta vel af hverju ég að fríka út ef ég held áfram að hugsa núna þá fer ég að halda að hún vilji vera með öðrum að eilífu hvernig kemst ég yfir þetta þetta svolítið erfið spurning Palli nú þarftu bara að hlusta á þig hún að svolítið að fara fram úr sér og kannski bara þið þurfa að ræða þessi mál saman bara segja voru bara að tala við konuna að fara bara á trúnó og þetta bara mál sem þið þurfa að ræða á milli ykkar það bara þannig ég átti einu sinni svona samtal við hundin minn ég var ekki að sofa hjá honum sko ég var, ég gerði ekkert svoleiðis hann var alltaf að sofa hjá miklu fleirum tíkum heldur en ég eða skilur hvað við sko og ég sagði hey Patti þú voru að hafa heimil á þér skilur bara hafa heimil og það var bara gekk miklu betur og við töluðum vandamálið þannig að Palli minn bara ekki fríka út bara stiltu þig bara farðu út í göngutúr hugsaðu grasið hugsaðu hvernig grasið vex skilur ég gleymi mér alveg í því ég hugsa það hugsaðu bara þá og bara og náðu þér svolítið niður bara og farðu svo og talaðu við konuna þína og segðu henni bara segjum bara hún heiti bara Sigríður sko eða Solla nei Fjóla segjum hún heiti Fjóla bara kannski og segðu bara sérst bara Fjóla ég elska þig út af lífinu og mér bara sárnar smá að heyra að þú ert að þú berð tilfinningar til annara konu ég veit að þetta eitthvað nýtt fyrir þér en þetta, þú særði mig þarna smá þú særði mig og ég hlustaði mitt á rauða fána með tveim loðunum góður þáttur, tveir loðunir mjög góður þáttur mæli með þeim og passa að fara ekki að notfæra þér aðstæður ekki notfæra þér aðstæður vertu bara einlægur segðu henni bara hvernig þér virkilega líður segðu henni að þú ert að fríka út og veist ekki hvernig á að bregðast við þetta erfitt og ég veit það þannig að Palli minn bara stiltu þig og talaði saman og að endilega komdu með svar ég var til að fá að vita hvernig þetta rætist hjá þér en auðvitað ef þetta fer á versta veg Palli minn ef hún byrjar með þessari konu, nýju vinkonu sko, þá lífið ekki búið bara það hættir aldrei fyrir en stóri kallinn segir stopp og trúðu mér það eru fullt af öðrum fiskum hana í læknum hana í sjónum og eflaust getur alltaf fundið eitthvað annað þetta bara ef þetta fer á versta veg svo getur þú verið eins og félaginn minn, hvað heitir hann aftur hann einmannakallinn ekki einmanna Óli á hjóli Óli einmann á hjóli það allt í lagi að vera einn Palli minn allt í lagi
og heimurinn er ekki farinn, hann er ekki farinn ef þetta fer á vestaveg, en ef ég þekki þig rétt þá nærða að stilla þig, þú nærða að komast í jafnvægi og tala við hana það er ekkert mál. Þannig að fyrsta skref er að stilla sig, annars skref er að tala við hana vandamálið, hvernig þér líður, Palli minn, hlusta á það. Og þriðja lagi þá er bara hver er niðurstaðan, það er stóra spurningin, en það er bara annarkvort já eða nei. Kannski vill hún halda þessu áfram með þér og kannski var þetta bara smá svona, hei, ég er skotin í þessari, ég var alveg til að svona bingri bing bing og stunda kynlíf með henni, en þetta er ekki heimsendir, bara svo þetta, Palli minn. Förum við næsta. Hæ, Ástráður, herra Ástráður, takk fyrir það. Kærastan spyr stöðugt hvað mér langa að gera í rúminu. Nokkuð áhyggjufullt að henni finnst kynlífið okkar leiðilegt að heyra. Hún hefur smá smekk fyrir bondage og allt það sem skapar adrenalín. Wow, það er smá svona tígur hana. En ég er ansi svona plain gæi. Mér líka bara við venjulegt kynlíf. Ég reyndi að binda fyrir augun á henni til að halda spennunni fyrir henni, en ég hef ekki hugmynd hvað á að gera. En ég óttast að henni geti leiðst og ég er að velta fyrir mér hvort það sé eitthvað sem ég get gert til að krydda kynlífið fyrir hana. Og hún mun ekki segja mér hvað hún hefur áhuga á vegna þess að það er svona aðstæðu bundir. Ég hef margoft spurt hvað hún fílar, en hún svara bara, ég þori ekki að segja það. Hvað er Pétur? Pési prakkari. Þú ert í smá bobba, en náttúrulega það er stundum þar maður að gera tilraunir, prófa. Ok, þú ert frekar plain gæi, fílar bara venjulegt kynlíf og það er allt í góðu, en stundum þarf maður að fara út fyrir ramman og prófa eitthvað nýtt. Einu sinni prófar ekki kynlíf og þegar þú prófar það þá getur ekki hægt að stunda það, skilur og það er sama með hundi minn, hann prófaði einu sinni kynlíf og getur ekki hægt að stunda kynlíf, en hei, bara Pési, ok, þú getur gert haldið áfram með þetta smá bondage og veist ekkert hvað að gera. Ég mæli með fjæðrir, svona kýtla, svona gill og kýtlana út allt. Og svo mæli ég með líka, ef þið langar að krydda tilveruna, skilur, þá er gott krydd eins og svona seasonal og strá því svona á tunguna og svoleiðis, en bara, eða ef þið leiðist þá getur þið bara poppa popp og svona kastað poppun í hana svona á og til og svo er spennandi fyrir hana bara að bíða, skilur, og hún bara bíður, veit ekkert hvað gera, en að gera kasta svona af og til poppi. Þetta er ekki minn besti vettvangur til að kenna, en að gera að fara kannski smá út fyrir ramman, sko. Það er alveg að gera að fara smá út fyrir þennan ramma. Og líka bara prófa eitthvað nýtt, úti, inni skáp, í stofunni og svona klóra, skilurðu. Já, hún er kísulóra, þessi stelpa sem hún með, og það er alveg gaman, believe you me. Og ég mæli með að bara fara út í göngutúr, bara pæla, hugsa hvernig grasi er að vaksa og aðeins að velta fyrir þér bara hvað get ég gert,
leikföng, hvaða leikföng? Lego, Lego, já, Pési Brakari, Lego, þú veist, nota leikföng, skilurðu, Matchbox bílar, keyra fjöll og finniti, sko, og prófa til dæmis, það, kertavax, ég hef séð það, ég sá það í bíómynd, hef ekki prófað það, örugglega erfitt að þrífa það, en kertavax, veist, það er spenna, en auðvitað ég mæli með að fara út í göngutúr og aðeins að hugsa, sko, náðir í balans og skipuleggja þetta, ekki ráðast á grasið, ráðast á runnan þar sem hann er hæstur eða eitthvað, þú veist að fólk segir eitthvað svoleiðis, heldur bara höggva smátt og farðu rólega, farðu hægt, þú veist, það er enginn að biðja þig um að fara bara djúpt í þetta, skilur, það er enginn að biðja um það, taktu hænuskref, taktu bara smá gilligill og kannski ekki alvinn í svefnherberginu, svona færa þig á þröskuldin, færa þig alltaf lengra og lengra. Þannig að Pési minn, ekki hafa áhyggjur, ekki vera hræddur, farðu aðeins út fyrir óþægindaramman, ég veit að þetta er erfitt, þetta er skrítið, þú ert að prófa nýtt og veist ekki hvernig viðburðin er, en það er að gera bara að ræða bara frammistöðuna, bara fannst þér þetta gaman, eigum að gera þetta aftur, bara þegar leikurinn er búinn, ekki gera það meðan, það er skrítið, ekki gera það finnst engum gaman að heyra, bara svona í miðju, svona, byrður ekki, er þetta ekki allt í lagi sem ég er að gera, það er bara go with the flow og fáðu smá recap eftir á og bara og leyfðu henni kannski að leiðbeina þér, ég veit hún enn finnst það kannski skrítið en þegar það er komið í normið þá verður það miklu skemmtilegra og þá er þú bara þægilegra fyrir þig til að gera þetta. Þannig að Pési, no worries. Herra Ástráðar, kærasti minn er Dick þegar hann er þreyttur. Ég elska kærastan minn í döðlur, en eitt sem fyrir töðan á mér er að hann verður algjör Dick þegar hann er þreyttur. Hann verður mjög svona snappy og pirraður. Þegar ég er þreytt er ég bara miklu slappaðri og afslappaðri og tala bara minna en hann verður virkilega pirraður á öllu eins og hann sjá túr eða eitthvað. Er einhver leið til að tala við hann þetta eða er þetta bara eins og sumir eru? Svo virðist sem að hann getur bara ekki stjórnað tilfinningunum sínum þegar hann er svolítið syfjaður. Ég hef áhyggjur af þessu. Skiljanlegt. Því að við viljum eignast börn og þá verðum við bæði miklu þreytari. Ég vil bara að hann geti stjórnað tilfinningunum sínum og verði ekki pirraður þegar hann verður þreyttur. Kveðja Sigurlaug. Hæ, Sigurlaug. Takk fyrir spurninguna. Hvað get ég sagt? Ok. Bara þú þarft að tala við hann. Og segja hann bara hvernig þér líður þegar hann er þreyttur. Ekki tala við hann þegar hann er þreyttur. Bara reynda að nálgast þetta og á rólegum nótum. Og eins og ég er búin að segja allan þáttinn að fara út í göngutúr, fáðu ferskt loft, hugsaðu hvernig grasið er að vaxa og komdu svo tilbaka, talaðu við hann, bara segðu við hann, segjum hann heiti kannski Sigurður og bara segja bara hei Siggi minn, Siggi, af hverju ert að láta svona? Þetta er bara óþægilegt, þú kemur illa fram við mig þegar þú ert þreyttur, ég veit að ég er líka þreytt. Ég væri til bara að þú væri bara svona aðeins rólegri en
þetta er auðvitað erfitt að tala þetta og gætir svo sem nefnt eins og með börnin, skilurðu, ætlar að vera svona snippity snap við börnin, það vill það enginn, þannig, það er ekkert gaman, en bara að spyrja, sko, af hverju er hann svona þreyttur, er hann að taka vítamín, mæli með vítamínum og hvort það sé eitthvað meira, var þetta í uppeldi eða var pappan svona og reyna bara að komast að kjarnamálsins þannig að ég mæli með göngutúr, spjalla við hann og komast í boss á málinu, það er bara að grafa og fara dýpra og tala samskipti milli ykkar skiptir rosa miklu máli, ef þið ekki að tala saman, ef þið ekki að ræða tilfinningar, skilur það þurfa allir að ræða tilfinningar, ég ræði mína tilfinningar alltaf við hundin minn og segja hún bara hvernig mér líður, skilur bara, hvernig dagurinn minn var og svoleiðis og ef ég þarf að vera einn, hann skilur það alveg, ég vilji stundum vera einn, sko þannig að en þetta er bara, þú verður bara að tala við hann ég ætla að gera það fyrir mig, Sigurlaug, og segðu mér svo hvernig þetta fyrir. Wow, þetta er svolítið langt hérna. Þá hefst lesturinn. Ég hef verið með manninu mínum í næstum því 5 ár. Við höfum gengið í gegnum mikið saman. Ég hef 2 ung börn og ég tók 1 ár, 2 ung börn. Ég tók 1 ár frí frá háskóla til að sjá börnin. Ok, það tekur á. Ég veit það. Þannig að hann er eina fyrirvinnan. Já, hann vinnur 4 daga vikuna svo hann fær nóg fyrir okkur fjölskylduna að komast af. Ok, það er gott. Það er gott að þau eru ekki fjárhagsvanda. Fjárhagsvandamál, það eru erfiðustu vandamálin. Mínum mati, mér finnst það. Stundum þegar ég á ekki pening, þá bara líður mér bara illa, sko. En já, í upphafi var sambandið okkar frábært. Gott að heyra. Það er svolítið erfitt að byrja á slæminútunum. Eða hvort er það betra? Þá var engin leið nema upp. Við eyddum miklum tíma saman og mér fannst sannarlega að ég sé búin að finna sálufélaginn minn. Æði. Síðan eftir að við fengum eignast börnin snýrst hlutinir alveg 180 gráður. Leiðilegt að heyra. Við eigðum ekki tíma saman. Ég reyna að gefa mér tíma fyrir hann á kvöldin þar sem hann er eina manneskja sem ég get tala við á kvöldin. Eina manneskja sem ég tala við allan daginn. En hann er annarkvort upptekinn við að gera efni í tölvunni eða við bæði bara uppgefin í lok dags. Leiðilegt. Leið mér að spyrja, hvernig efni hann að gera? Er þetta, þarf hann kannski bara skipuleggja sér betur? Vinna á efni á kvöldin á mánudag, miðvikudag, föstudag, skilurðu. Hann á frídag, það vinna 4 daga vikunar og hann getur tekið 1 dag, bara föstudag eða eitthvað, til að vinna. Bara 8 til 4 eða 8 til 3, skilurðu. Og á þetta líður mér eins og hurðamáttu. Hann þvær ekki, gleymir stöðugt að taka þvottinn úr vélinni, hendir ruslinu sínu allstaðar, fer aldrei út með ruslið, er bara yfirleitt sóðulegu maður og ég hata það. Leiðilegt að heyra. Ég er að jökla hérna barni og smábarni og öllum heimiljöstarunum sjálf þar á meðal að þrífa eftir hann. Ofan á það hefur hann svo stutt skap við krakkana. Við höfum bæði erfitt uppeldi og þegar við áttum okkar fyrsta barn lofuðum við því að láta börnin okkar aldrei líða eins og var komið fram við okkur. Það er gott. Við ákveðum að koma fram við þau af ást og virðingu. Þessi stað smellir hann alltaf stöðugt á þau og ég hef áhyggjur af því að börnunum mínum líði illa eða þau séu þung. Við höfum haft langar viðræður allt þetta. Ég hef spurt hann hvernig ég get hjálpað, hvernig ég get létt álaginu fyrir hann ef honum finnst hlutinni erfiður og svo framvegis. Ég er bara uppgefin. Síðasta kvöld var ég sár. Ég fór í eldhúsið og fann allt dótið frá kvöldmatnum enn á eldhúsborðinu. Leiðilegt að heyra.
Hann eldaði en sagðist myndi höndla óreiðina þegar ég kæmi börnunum í rúmið. Það var matur sem var ekki settur í burtu og hrúga af diskum sem hann sagðist gera en gerði ekki og pottar hlóðust á eldavélinni. Þeir eru ennþá í dag og hann er að vinna en smábarnið mitt og barnið eiga erfitt svo ég var að bíða þangað til hann komi heim til að takast á við þrifin. Ég er virkilega í basli og ég bara veit ekki hvað ég á að gera. Ég hata manneskuna sem ég er orðin. Mér líður þess að ég sé móðir hans. Ég er nöldrari. Ég er pirraðari. Erfitt orð. Ég veit bara ekki hvernig ég á að höndla þetta lengur. Síðan við fluttum saman þá hefur það verið vandamál. Ég held því áfram, hann viðurkenni að hann ætti að gera meira en hlutinni breytist aldrei. Kveðja, Barbara. Barbara. Þetta er erfitt mál og komin í erfiða stöð. Þú ert búin að establisha þig sem nokkuð skona mamma. Þú hugsar hann, hugsar börnin, þú hugsar allt og þú þarft bara að sýna honum ábyrgðina sem hann ber líka og ég gera við hundi minn sko. Hann pissar ekki lengur inni sko. Ég sýndi honum bara ábyrgðin þín er að passa að pissa ekki inni skilurðu og þú voru bara að sýna honum, tala við hann og fara út í göngutúr og hugsa hvernig gras er að vaksa og þú voru bara að sýna honum að þú elski hann og þetta er bara þarf að gerast í sameiningu. Þetta er samvinna skilurðu og þetta er ekki að vinna saman og vinna saman í ykkur. Kannski þurfið þið bara smá break from raunveruleikanum. Hann er erfiður og þið þurfið bara reddið ykkur pössun, farið saman 2-1 út í skúr, út í garð út í bústað hótelgisting sko, fara bara að gera ykkur glaðan dag. Ekki tala þetta þar, alls ekki. Það er ekki staður til að tala það er staður þar sem þið þurfið bara raunni að endur kveikja nistan. Þið voru mikið saman hann er sálufélag, hann er ennþá annað skilur hann er bara orðið þyngri skilur það er mikið álag á honum kannski og hann bara þorir ekki að deila því. Þannig að farið saman eina helgi, gerið ykkur glaðan dag eða glaða helgi og bara njótið, bara þurrkið allar áhyggjur, bara burtu með þetta, hugsa grasið hvernig það er að vaksa og bara aðeins að njóta, skiljiði mig, aðeins að njóta. Þannig að ég ætla að biðja þig, Barbara, að gera þetta og þegar eftir þessa helgi þá líður hann örugglega betur, þá getið þið örugglega tala bara aðeins saman þetta, bara vandamálið, þrifin og hann ætti þá kannski að geta skilið það meira hvar raunverulega ábyrgðin liggur, hvar þetta allt liggur. En það er ekki meira á mér í dag, þannig að ég ætla að þakka ykkur fyrir að hlusta á mig, gefa ráð til ykkur og endilega sendi meira og ég hveti ykkur að hlusta á 2 loðuna, frábært podcast, eru frábæri drengir með frábæri ráð og þeir eru að plugga mig hingað inn skilur, eða ég held að ég sé bara að tróða mér hingað inn, þeir veit ekki að þessu þannig að ég ætla bara að segja ykkur bara njótið og bara no hate skiljiði, no hate, bara lifa og njóta og slaka, elska náungan, elska manneskjuna við hliðina á okkur, elska manneskjuna frá framan ykkur og frá aftan ykkur og samt ekki nágrannar minn Stefán, ekki elska hann er hundleðilegur. Ég vil bara segja Stefán, ef þú hort að hlusta bara hættu því bara hundruðin er alltaf að kúka í garði minn, það er ekki hundruð minn, hann kann mannan sig skilur
þannig að Stefán vinsamlegast bara hættu að hlusta og hættu að hringi mig á kvöldin. Ég er búin að skipta númer svona 6 sinnum, það er ekkert sem það er merkilegt að segja við mig, en öðru leyti elskið sér alla fyrir utan Stefán, þannig að takk fyrir mig. Gott kvöld, gott. Love always, Ástráður. Síðasta ljóðið hjá okkur í dag er Hafðu þökk. Þín gullnu spor yfir ævina alla hafa markað langa leið. Skilið eftir ótal brosin, bjartar minningar sem lýsu munu ókomna tíð. Þá lýkur þættinum okkar í dag. Bara takk fyrir að hlusta og ég ætla að minna ykkur að follow okkur á Instagram, TikTok og fleira. Við skiljum eftir talhólfi í talhóli okkar og það er 7922025 og við hlustum reglulega á það. En bara njótið dagsins og takk fyrir að hlusta.